Á Reykjanesskaganum stórbrotin náttúra. Ívar Gunnarsson vídeóbloggari úr Kópavogi en býr í Reykjanesbæ. Hann hefur farið víða skagan og tekið saman skemmtilegan fróðleik og tekið stórbrotnar myndir. Í þessum þætti ætlar hann að skoða Katlahraun. Sjáið þetta. Jæja, það eru komin hérna í Ögmundarhraun, skammt austur að Grindavík, miðjavegu milli Ísólfsskála og Krýsuvíkur, nánar tiltekið á stað sem heitir Katlahraun, stað sem ég hef ekki hugmynd að vera til, bara fyrir skemmstu, og ég er sannfærður að Íslendingar vita ekki af svona upp til hópa. Gríðarlega fallegur staður, fallegar hraunmyndanir, og má segja að sé svona okkar Reykjanes útgáfa af Dimmuborgum við Mývatn. Ég ætla að kíkja aðeins á þetta. Þetta heldur betur stórfenglegt. Ég frétti áður en ég kom að þetta væri flott, en ég vissi ekki að þetta væri svona. Þetta er svo hrikalegt og úfið og svona eiginlega hálf drungalegt á köflum, óbóðslega fallt að sjá og svona ekki rangt að líkja þessu einmitt við Dimmuborgir, við Mývatn. Gott að hafa í huga þegar maður labbar þetta svæði að hér eru mikið af sprungum og allt úfið og svona, þannig að það þarf að fara varlega, gæta vel að sér. Sömuleiðis gott að hafa í huga þegar maður kemur akandi hérna að, það er auðvelt að finna þetta, maður fer bara hreinlega niður afleggjarna Selatöngum sem hérna, miðjavegu milli Ísólfsskála og Krýsuvíkur. Vegurinn þó niður frá Suðurstrandarveginum, þjóðveginum, illfær litlum bílum. Þetta er eiginlega jeppavegur, þannig að það er hægt að leggja upp við þjóðveg og labba bara niður til, þetta er ekki það langt. Mér skilst að Ögmundarhraunið hafi runnið hérna ofan úr gígum aðeins ofar fyrir 2000 árum og ástæðan fyrir því að þessi ketill myndast hérna er að hraunið mætir sjó, hérna rétt handan við vegginn fyrir aftan mig í rauninni bara hafklettar og brimið. Það sem hafi gerst í rauninni var að hraunið rann í haf út, það rann hérna inn sjór á móti, allt sauð og bublaði, það myndaðist einhvers konar veggur og lón sem síðan tæmdist og þess vegna yfirborðið hérna eins og það er. Þetta bakið mig síðan þessi stútur eða stampur eða hvað maður kallar þetta, þar sem að hraun hefur spýst upp á svona ákveðnum tíma. Hérna í hrauninu eru þetta mikið af litlum hellisskútum og sprungum, þessi ég talaði áðan, sem eru gaman að skoða og kynnast. Innst í katlinum, niður gönguleiðina, er svolítið fallegur skúti sem að mér skilst að sé kallaður kirkjudyrnar og svona jafnvel talað að hérna hafist við huldufólk og haldi hérna einhverjar huldufólksmessur. Já, Katlahraun stóð svo sannarlega væntingar, mun eiginlega mikilfenglegri og stórkostlegri staður heldur en ég hafði jafnvel þorað að vona. Virkilega mæli með þessu, þetta er bara steinsnars helgarbíltúr frá höfuðborgarsvæðinu og ef fólk ekki á jeppa þá leggur það bara upp þjóðveginn og tekur. Þetta er svona 1,5 km þetta niður eftir, hugsa ég í labbitúr, ekkert mál. Frábær staður, mæli með þessu, sjáumst næst.